Pabbi minn með geðsjúkdóm. Það svipað að hafa stóran fíl í herberginu sem enginn talar Til að byrja með vissi ég varla hvað væri í gangi. Svo fór margt einkennilegt að gerast. Hvað eftir annað. Einn morguninn vaknaði ég eldsnemma af því ég heyrði í pabba fyrir utan. Hann stóð út á götu og fíllinn við hliðina á honum. Mamma virtist ekki ánægð með þetta. Ekki heldur nágrannarnir. Það truflaði hann samt ekki neitt. Daginn eftir minntist mamma ekki á þetta. Ég hugsaði, kannski allt orðið eðlilegt aftur. En þegar ég ætlaði að kveðja pabba, tók hann varla eftir mér. Ég sagði engum í skólanum frá því sem hafði gerst. Ég vildi að hann hyrfi. En það gerðist ekki. Eftir þetta vissi maður aldrei hvað myndi gerast. Hann hélt vöku fyrir pabba á nóttunni, en stundum leyfði honum ekki að fara á fætur. Stundum var hann spenntur og með læti að ástæðulausu. Stundum lét hann okkur í friði, en við vissum aldrei hvenær hann kæmi aftur. Fólk sá hann ekki alltaf, en þegar það sá hann var eins og þau sæi ekkert annað. Stundum spurðu vinir mínir hvernig pabbi hefði það. Þá sagði ég að hann hefði það fínt, svo við gætum talað eitthvað annað. Ég vildi láta sem ekkert væri að. En því minna sem við minntumst á hann, þeim mun stærri varð hann. Og það var eins og að við gætum ekki losnað við hann. Mömmu fannst þetta greinilega erfitt. Þetta gat ekki gengið svona. Hún talaði við pabba og hringdi nokkur símtöl. Ég varð að vita hvað væri í gangi. Við settumst við eldhúsborðið og spjölluðum saman. Hún sagðist hafa pantað tíma fyrir pabba. Þau ætluðu að tala við lækna sem vissu meira þetta. Ég mátti fara með þeim ef ég vildi. Hún sagði að líklega myndi sjúkdómurinn ekki hverfa alveg. En að fjölskyldan þyrfti að læra að lifa með honum til að geta haldið áfram. Mamma sagði að þetta væri alls ekki mér að kenna og að pabbi elskaði mig ennþá. Við mamma vorum bara 2 saman tíma af því að pabbi var á spítalanum. Hann kom heim eftir nokkra vikur og allt var miklu betra en það var. Nú tölum við saman sjúkdóminn sem pabbi með. Ég hef meira að segja sagt bestu vinkonu minni frá þessu. Þá hef ég einhverju til að tala við ef ég verð áhyggjufull. Geðsjúkdómur pabba birtist öðru hvoru, en nú erum við betri að þekkja einkennin strax og kunnum að bregðast við sem fjölskylda.